Bréf Páls til Efesusmanna, 1. kafli. Páll að vilja Guðs, postuli Krists Jesú, heilsar hinum heilugu sem í Efesus, þeim sem trú á Krist Jesú. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Lofaðu sé Guð og faðir drottin vors Jesú Krist, sem í Kristi hefur blessað oss með hvers konar andlegri blessun í himinhæðum. Áður en heimurinn var grundvallaður hefur hann útvalið oss í Kristi, til þess að við værum heilagir og lýtalausir fyrir honum. Í kærleika sínum ákvað hann fyrirfram að veita oss sonarétti í Jesú Kristi. Sá var vilji hans og velþóknun til vegsemdar dýrð hans og náð, sem hann lét oss í té í sínum elskaða syni. Í honum fyrir hans blóð eigum við endurlausnina og fyrirgefningu afbrota vora. Svo auðug náð hans sem hann gaf oss ríkulega með hvers konar vísdómi og skilningi. Og hann kunngjörði oss leyndardóm vilja síns, þá ákvörðun sem hann hafði með sjálfum sér ákveðið að framkvæma fylling tímans kæmi. Hann ætlaði að safna öllu því sem á himnum og því sem á jörðu undir eitt höfuð í Kristi. Í honum höfum við þá líka öðlast arfleiðina, eins og oss var fyrirhugað samkvæmt fyrirætlun hans, framkvæmir allt eftir ályktun vilja síns. Til þess að við, sem áður höfum sett von vora til Krist, skildum vera dýrð hans til vegsemdar. Í honum eruð og þér, eftir að hafa heyrt orð sannleikans, fagnarerindið sálihjálp yðar og tekið trú á hann og verið merktir innsigli heilags anda, sem yður var fyrirheitið. Hann pantur arfleiða vorar, að við verðum endurleystir Guði til eignar, dýrð hans til vegsemdar. Eftir að hafa heyrt trú yðar á drottin Jesú og kærleika yðar til allra heilagra, hef ég þess vegna ekki heldur látið af að þakka fyrir yður. Ég minnist yðar í bænum mínum, ég bið Guð drottins vors Jesú Krist, föður dýrðarinnar, að gefa yður anda speki og opinberunar, svo að þér fáið þekkt hann. Ég bið hann að upplýsa sálarsjón yðar, svo að þér skiljið hversu von sem hann hefur kallað oss til. Hver ríkdómur hans dýrlögu arfleiðar sem hann ætlar oss meðal hinna heilugu, og hver hinn yfirgnæfandi máttur hans við oss sem trúum. En þetta sami áhrifamikli, kröftugi mátturinn sem hann lét koma fram í Kristi, hann vakti hann frá dauðum og lét hann setjast sér til hægri handar í himinhæðum. Og var hverri tign og valdi og mætti, og var öllum herradómi og sérhverju nafni sem nefnt ekki aðeins í þessari veröld, heldur og í hinni komandi. Allt hefur hann lagt undir fætur honum og gefið hann kirkjunni sem höfuði yfir öllu. En kirkjan líka með hans og fyllist af honum sem sjálfur fyllir allt í öllu. Annar kafli. Þér voru einsinn dauðir vegna afbrota yðar og synda, sem þér lifðuð í samkvæmt aldarhætti þessa heims. Það vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú starfar þeim sem ekki trúa. Þér lifðum fyrrum allir eins og þeir í mannlegum gindum vorum. Þá lutum við vilja hólsins og hugsana vora og vorum að eðli til reiðna börn alveg eins og hinir. En Guð auðugur af miskunn. Af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endurlífgað oss með Kristi, þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vora. Af náð eða þér hópnir orðnir, Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesú og búið á stað í himinhæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sýna hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðar sinnar við gæsku sinni við oss í Kristi Jesú. Því að af náð eru þér hópnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka, það Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, engi skal miklast af því. Við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesú til góðra verka, sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Þér skuluð því minnast þessa, þér voru forðum fæddir heiðingjar og kallar óumskornir af mönnum, sem kalla sig umskorna og eru umskornir á holdi með höndum manna. Svo var tíðin þér voruð án Krists, lokaður úti frá þegnrétti Ísraelsmanna. Þér stóðu fyrir utan sáttmálana og fyrirheit Guðs, vonlausir
og guðvana í heiminum. Nú þar á móti eru þér sem einsinn voru fjarlægir og allir nálægir í Kristi fyrir blóð hans. Því hann vor friður, hann gjörði báða einum og reif niður vegginn sem skildi þá að, fjandskapinn milli þeirra. Með líkama sínum afmáði hann lögmálið með borðorðum þess og skipunum, til þess að setja frið og skapa sér einn nýjan mann úr báðum. Í einum líkama sætti hann þá báða við Guð á krossinum, þar sem hann deyddi fjandskapinn. Og hann kom og boðaði frið yður sem fjarlægir voruð, og frið hinum sem nálægir voru. Því að fyrir hann eigum við hvorið tveggja aðgang til föðurins á einum anda. Þess vegna eru þér ekki framar gestir og útlendingar, heldur eru þér samþegnar hinna heilugu og heimamenn Guðs. Þér eru bygging sem hefur að grundvelli postulana og spámennina, en Krist Jesús sjálfan hyrningasteini. Í honum öll byggingin saman tengd og vex svo að hún verður heilagt musteri í drottni. Í honum verður þér líka bústaður handa Guði fyrir anda hans. 3. kafli. Þess vegna það að ég Páll, bandingi Krist Jesú, vegna yðar, heiðina manna, beygi kné mín. Víst hafið þér heyrt þá ráðstofun Guðs náðar sem hann fól með hjá yður. Það birta mér með opinberun leyndardóminn. Ég hef stuttlega skrifað það áður. Þegar þér lesið það, getið þér skynjað hvað ég veit leyndardóm Krists. Hann var ekki birtur mannanna sonum fyrir á tímum. Nú hefur hann verið opinberar heilugum postulum hans og spámönnum í andanum. Heiðingjarnir eru í Kristi Jesú fyrir fagnarerindið orðnir erfingjar með oss. Heill líkami með oss og eiga hluti sama fyrirheiti og vér. Ég var þjónn þessa fagnarerindis, að því að Guð gaf mér gjöf náðar sinnar með krafti máttar síns. Mér sem minnstur allra heilagra, það veit svo náð að boða heiðingjunum fagnarerindið hinn órannsakanlega ríktóm Krists og að upplýsa alla það hvernig Guð hefur ráðstafað þessum leyndardómi. Hann hefur frá eilíð verið hulinn í Guði sem allt hefur skapað. Nú skyldi kirkjan látin kunngjöra tignunum og völdunum í himinhæðum, hver margháttuð speki Guðs Þetta Guðs eilífa fyrirætlun sem hann hefur framkvæmt í Kristi Jesú. Drottni vorum. Á honum byggist jörfung vor, í trúnni að hann eigum við örugan aðgang að Guði. Fyrir því bið ég að þér látið eigi hugfallast út af þrengingum mínum, yðar vegna, þær eru yður til vegsemdar. Þess vegna beygi ég kné mín fyrir föðurnum, sem hvert faðurni fær nafn af á himnu og jörðu. Megi hann gefa yður af ríkdómi dýrða sinnar, að styrkjast fyrir anda sinn að kraftið innra með yður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búi í hjörtum yðar, og þér verða rótfestir og grundvallar í kærleika. Þá fáið þér sásamt öllum heilugum skilið, hver kærleikur Kristi víður og langur, hár og djúpur, og komist að raunum hann sem gnæfið yfir alla tekkingu, og náði að fyllast allir Guðs fyllingu. En honum sem í oss verkar með krafti sínum, og megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum, honum sé dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesú öll æviskeið, öld eftir öld. Amen. 4. kafli. Ég, bandingin vegna drottins, áminni yður þess vegna að hegða yður svo sem sambóðið þeirri köllun sem þér hafið hlotið. Verið í kvívetna, lítillátir og hógværir. Verið þolinmóðir, langlindir og umbyrðið hver annan í kærleika. Kappkostið að varveita einingu andans í bandi friðarins. Einn líkaminn og einn andinn, eins og þér líka voru kallaðir einnar vonar. Einn drottin, ein trú, ein skýrð, einn Guð og Faðir allra, sem yfir öllum, með öllum og í öllum. Hverjum af oss var náðin veitt eftir því sem Kristur útlutaði honum. Því segir ritningin, hann steig upp til hæða, tók fanga og gaf mönnunum gjafir, en steig upp, hvað merkir það annað,
en hann hefur einnig stigið niður í djúp jarðarinnar. Sá sem steg niður og sá sem uppstíg, upp yfir alla himna til þess að fylla allt. Og frá honum sú gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga fullkomna hina heilugu og láta þeim þjónustu í té, líkama Kristi til uppbyggingar. Þangað til vér verðum allir einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs, verðum fullþroska og náum vaxtartakmarki Krists fyllingar. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi, tald af slægum mönnum með vélabröðum villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaksa í öllu upp til hans sem höfuðið, Kristur. Hann tengir líkamann saman og heldur honum saman með því að láta sérhverja taug innan sína þjónust af hendi, allt eftir þeim krafti sem hann útlitar hverri þeirra. Þannig lætur hann líkamann vaksa og byggjast upp í kærleika. Þetta segi ég þá og vitna í nafni Drottins. Þér megið ekki framar hegða yður eins og heiðingjarnir hegða sér. Hugsun þeirra er alls laus. Skilningur þeirra blindar og þeir eru fjarlægir lífi Guðs vegna vanþekkingarinnar sem þeir lifa í og síns harða hjarta. Þeir eru tilfinningarlausir og hafa ofurselt sér losta lífi svo að þeir fremja alls konar siðleysi af græðgi. En svo hafið þér ekki lært að þekkja Krist, því ég veit að þér hafið heyrt hann og hafið verið hann fræddir eins og sannleikun í Jesú. Þér eigið að hætta hinni fyrirbreytni og afklæðast hinnum gamla manni sem spilltur af tælandi gindum, en endur nýjast í anda og hugsun og íklæðast hinnum nýja manni sem skapaður eftir Guði í réttlæti og heilagleika sannleikans. Leggi nú af lygina og talið sannleika hver við sinn náunga, því að vér hvers annars limir. Ef þér reiðist, þá syngið ekki. Sólin má ekki setjast yfir reiði yðar. Gefið djöflunum ekkert færi. Hinn stelvísi hætti að stela, en leggi hart að sér og gjöri það sem gagnlegt með höndum sínum, svo að hann hafi einhvað að vilja þeim sem þurfandi Látið ekkert skaðlegt orð líða yður á munni. Heldur það eitt sem gott til uppbyggingar, þar sem þörf gjörist, til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Hryggið ekki Guðs heilaga anda, sem þér eru innsiglaðir með til endurlausnar dagsins. Látið hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmæli vera fjarlægt yður og alla mannvonsku yfirleitt. Verið góðviljuður, hver við annan, viskunsamir, fúsir til að fyrirgefa hver öðrum, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið yður. 5. kafli. Verðið því eftirbreytendur Guðs, svo sem elskuð börn hans. Lifið í kærleika eins og Kristur elskaði oss og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir oss, svo sem fórnargjöf Guði til þægilegs ilms. Henn fryllu lífi og óhreinleiki yfirleitt eða ákynnt á ekki einu sinna nefnast á nafn, meðaliðar, svo hæfir heilugum. Ekki heldur svífurlegt hjal eða ósæmandi spé. Þessi stað komi miklu fremur þakkargjörð. Því að það skuli þér vita og festa þér í minni, að engin frillulífsmaður eða saurugur eða ágjart sem sama á að dýrka hjá Guði á sér arfsvon í ríki Krists og Guðs. Engin tæli yður með marklausum orðum, því að vegna þessa kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýða honum ekki. Verði þess vegna ekki lagsmenn þeirra. Eitt voru þér myrkur, en nú eru þér ljós í Drottni. Hegðið yður eins og börn ljósins, því að ávöxtur ljósins einskær góðvild, réttlæti og sannleikur. Metið rétt hvað Drottni þóknast, eigið engan hlut í verkum myrkursins, sem ekkert gott hlýst af. Heldur flettið miklu fremar ofan af þeim. Því að það sem slíkir menn fremja í leyndum jafnvel svífurlegt að tala. En allt það sem ljósið flettir ofan af verður augljóst. Því að allt sem augljóst ljós. Því segir svo, vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum, og þá mun Kristur lýsa þér.
Hafið því nákvæma gát á hvernig þér breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund, þegar dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hvers ég vilji drottins. Drekkiður ekki drukna af víni, það leiðir aðeins til spillingar. Fyllis heldur andanum og ávarpið hver annan með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Syngið og leikið fyrir drottin í hjörtum yðar og þakkið jafnan Guði, föðurnum, fyrir alla hluti í nafni drottins vors Jesú Krist. Verið hver öðrum undirgefnir í ótta Krist. Konurnar eigi mönnum sínum eins og það væri drottin. Því að maðurinn er höfuð konunnar, eins og Kristur er höfuð kirkjunar. Hann er frelsari líkamans síns, en eins og kirkjan er undirgefin Kristi, þannig séu og konurnar mönnum sínum undirgefnar í öllu. Þér menn elskið konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana, til þess að helga hana og hreinsa í lög vatnsins með orði. Hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð án þess að hún hefði blett eða hrukku, en neitt þess háttar. Heilug skildi hún og lítalus. Þannig skulu eiginmennirnir elska konur sínar eins og eigin líkami. Sá sem elskar konu sína elskar sjálfan sig. Enginn hefur nokkru sinna hatað eigið hold, heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna, því við erum limir á líkama hans. Þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eiginkonu sína og munu þau tvö verða einn maður. Þetta er mikil leyndardómur. Ég hef í huga Krist og kirkjuna, en sem sagt, þér skuluð hver og einn elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig, en konan beri lotningu fyrir manni sínum. 7. kafli. Þér börn, hlýðið foreldrum yðar vegna drottins, því að það er rétt. Heiðra föður þinn og móður, það er hið fyrsta boðorð með fyrirheiti, til þess að þér vegni vel og þú verði langlífur á jörðinni. Og þér feður, reytið ekki börn yðar til reiði, heldur alið þau upp með aga og umvöndun drottins. Þér þrælar, hlýðið yðar jarðnesku herrum með lotningu og ótta, í einlægni hjartans og eins og það væri Kristur, ekki með augnaþjónustu, eins og þeir er mönnum vilja þóknast, heldur eins og þjóna Krists er gjöra vilja Guðs af heilum huga. Veitið þjónustu yðar af fúsu geði, eins og drottin ætti í hlut og ekki menn. Þér vitu og sjálfið að sér hver mun fá aftur á drottni það góða sem hann gjörir, hvort sem hann er þræll eða frjáls maður, og þér sem eigið þræla, breytið eins við þá. Hættið að ógna þeim, þér vitið að þeir eiga í himnunum sama drottin og þér, og hjá honum er ekkert manngreinarálit. Að lokum, styrkist nú í drottni við krafti máttar hans. Klæðist alvæpni Guðs, til þess að þér geti staðist í vélabröð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki menn af hold og blóði, heldur við tignirnar á völdin, við heimsrotna þessa myrkurs, við anda veru vonskunar í himingeimunum. Takið því alvæpni Guðs til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þér hafið sigrað allt. Standið því girtir sannleika lendar yðar og klæddir brynju réttlætisins og skóar á fótunum með fúsleika til að flytja fagnabóðskap friðarins. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þér getið slögt með öll hinn eldlegu skeyti eins og vonda. Takið við hjálmi hjálpræðsins og sverði andans sem er Guðs orð. Gjörðu það með bæn og biðni og biðja á hverri tíð í anda. Verið því árvakrir og staðfastir í bæn fyrir öllum heilugum. Biðji fyrir mér að mér verði gefin orð að mæla, þá er ég líka upp munni mínum, til þess að ég kunngeri með djörfung leyndardóm fagnarerindisins. Þess boðberi er ég í fjötrum mínum. Biðjið að ég geti fluttað með djörfung eins og mér ber að tala. En til þess að þér fáið einnig að vita hagi mína, hvernig mér líður, þá mun Tíkíkus, minn elskaði bróðir og trúið aðstofmaður í þjónustu drottins,
skýra yður frá öllu. Ég sendi hann til yðar einkum í því skyni að þér fáið að vita hvernig oss líður og til þess að hann uppörvi yður. Friður sé með bræðrunum og kærleikur, samfara trú frá Guði Föður og drottni Jesú Kristi. Náð sé með öllum þeim sem elska drottinu vorn Jesú Krist með ódauðlegum kærleik.